Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 29. desember á síðasta sunnudegi ársins er þema dagsins Börn Guðs, fjölskylda Guðs. Í lexíunni skrifar Jesaja: Þú drottinn ert faðir vor, frelsari okkar frá aldaöðli er nafn þitt. Í pistlinu skrifa Páll: Ef þú ert barn, þá hefur Guð líka gert þig erfingja. Og í Guðspjallinu er frásögn af fyrstu komu Maríu og Jósefs í musterið með Jesú nýfæddan. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem er úr Lúkasi 2. kafla. Þegar 8 dagar voru liðnir skyldi umskera hann og var hann látinn heita Jesús, eins og engillinn nefndi hann áður en hann var getinn í móðurlífi. En hreinsunardagar þeirra voru úti eftir lögmáli Móse, fóru þau með hann til Jerúsalem til að færa hann drottni. En svo ritað í lögmáli drottins: allt karlkyns fyrst fæðist af móðurlífi skal helgað drottni. Og til að bera fram fórn, eins og segir í lögmáli drottins, 2 turtildúfur eða 2 ungar dúfur. Þá var í Jerúsalem maður Símeon hét. Hann var réttlátur og guðrækinn og vænti þess að Guð frelsaði Ísrael. Heilagur andi var yfir honum og hafði hann vitrað honum að hann skyldi ekki deyja fyrr en hann hefði séð Krist drottins. Að leiðsögn andans kom hann í helgidóminn og foreldrarnir færðu þangað sveininn Jesú til að fara með hann eftir venju lögmálsins, tók Símeon hann í fangið, lofaði Guð og sagði: Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér, því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemdar líð þínum Ísrael. Faðir hans og móðir undruðust það sem sagt var hann, en Símeon blessaði þau og sagði við Maríu móður hans: Þessi sveinn settur til falls og til viðreisnar mörgum í Ísrael. Hann verður tákn sem menn munu rísa gegn. Sjálf munt þú sverði níst í sálu þinni, þannig munu hugsanir margra hjartna verða augljósar. Þau höfðu lokið öllu sem lögmál drottins bauð, sneru þau aftur til Galíleu, til borgar sinnar Nasaret. En sveinninn óx og styrktist, fylltur visku og náð Guðs var yfir honum. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, þema dagsins börn Guðs, fjölskylda Guðs. Þó fæðing Jesú hafi verið uppfylling spádóma og samkvæmt fyrirheiti Guðs, þá segir Guðspjallið okkur að María og Jósef hafi fylgt að minnsta kosti 3 ákvæðum lögmálsins. Jesús fæddist í Betlehem sem í 9 kílómetra fjarlægð frá Jerúsalem, en Nasaret heimabær þeirra var hins vegar 145 kílómetra í burtu. Í Jerúsalem var eina musterið og þangað fóru menn á hátíðum, því að musterið var hús Guðs á jörðu. Fyrsta ákvæðið sem þau uppfylltu var: þegar Jesús var 8 daga gamall, þá fóru þau með hann í helgidóminn til að láta umskera hann samkvæmt lögmáli Móse. Sama dag var hefð að upplýsa nafn barnsins, en engillinn hafði sagt að þau skyldu láta hann heita Jesús. Annað ákvæði kvað á að 40 dögum eftir fæðinguna héldu María og Jósef aftur í helgidóminn vegna hreinsunar ákvæða
lögmálsins eftir fæðingu barns. Foreldrar áttu við þetta tækifæri að færa lamb til brennifórnar og dúfu í syndafórn, en fátækir sem gátu ekki fórna lambi fengu að færa aðra dúfu í stað þess. Það sýnir fátækt að María og Jósef skyldu koma með 2 dúfur, en samkvæmt spádómum Gamla testamentisins má túlka að María og Jósef hafi komið með lamb. Jesús hafi verið lambið. En Jesaja spámaður líkti Jesú við lamb hann skrifaði: Hann lauk eigi upp munni sínum fremur en lamb sem leitt til slátrunar. Og þegar Jóhannes skírari sá Jesús koma til sín, sagði hann: Sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Þriðja ákvæðið sem María og Jósef uppfylltu var ákvæði sem Guð setti fyrir brottförina frá Egyptalandi, hann sagði við Móse: Helga mér alla frumburði. Hvaðeina sem fyrst opnar móðurlíf á meðal Ísraelsmanna mitt, bæði hjá mönnum og skepnum. Þetta ákvæði var uppfyllt þegar þau fóru með Jesú í helgidóminn. Táknmyndirnar tala við okkur í hverju vessi. Við heyrðum í Guðspjallinu að menn biðu þess að spádómar Gamla testamentisins rættust og Símeon, háaldraður, hafði fengið vitrun að hann myndi ekki deyja fyrr en hann hefði séð Krist með eigin augum. Heilagur andi var yfir honum, svo það þurfti enginn að segja Símeon hvaða barn þetta væri. Nú gæti Guð látið hann í friði fara, því augu hans höfðu séð hjálpræði Guðs. Barnið var ljósið sem kom í heiminn, ljós til opinberunar heiðingjum. Símeon blessaði þau, en síðan fylgdu eigi uppörvandi spádómsorð. Þetta barn var sett til falls og til viðreisnar mörgum í Ísrael. Það hann myndi verða hið nýja viðmið. Trúin á hann myndi bjarga mörgum, en vantrú á hann myndi að sama skapi fella aðra. Því verður hann tákn, sagði Símeon. Það trúartákn sem menn munu rísa gegn. Símeon spáði líka fyrir sorg Maríu við krossfestingu Jesú. Sjálf munt þú sverði níst í sálu þinni. Við erum ekki vön að sjá frelsara heimsins fyrir okkur sem barn, nema rétt á jólunum. Í mínum huga Jesús að minnsta alltaf fullorðinn, enda aðeins til ein frásögn af honum í uppvextinum. En hann var fæddur undir lögmáli, og til þess að hann gæti keypt okkur undan þessu sama lögmáli varð hann að uppfylla það. Það var eina leiðin til þess að við gætum orðið börn Guðs. Og Jesaja skrifar í lexíunni: Hann, það Jesús, varð þeim, það börnum Guðs, frelsari í öllum þrengingum þeirra. Það var hvorki sendiboði né engill, heldur hann sjálfur sem frelsaði þá. Í kærleika sínum og miskunn endurleysti hann þá. Þú, drottinn, ert faðir vor, frelsari vor frá alda öðli nafn þitt. Já, Guð sendi ekki sendiboða eða engil, heldur sendi hann son sinn til þess að frelsa heiminn. Í Rómverjabréfinu skrifar Páll: Allir sem leiðast af anda Guðs eru börn Guðs. En ef við erum börn, erum við líka erfingjar, og það erfingjar Guðs og samarfar Krists. Heilagur andi var með Símeon, andi sem gaf honum sýn og þekkingu, vegna þess að hann var réttlátur og guðrækinn. Trú hans á Guð
var ekki aðeins fólgin í því að fylgja helgisiðum og ákvæðum lagabókstafsins, heldur fylgdi hann Guði af hjarta. Hann var guðrækinn, hann var barn Guðs. En hvers vegna skyldi Guð nota hugtakið börn okkur? Ég man hvað mér fannst fyndið þegar pabbi kallaði ömmu mömmu. Amma var bara amma, gömul kona, en auðvitað hætti hún ekki að vera mamma þegar hún varð amma. Og auðvitað hafði hún fyrir löngu líka verið lítið barn. Nei, þetta hefur ekkert með aldur að gera. Trúin gerir okkur að systkinum Jesú. Jesús var sonur og þar af leiðandi barn Guðs. Svo það má segja að fyrir trú séum við ættleidd af Guði og fáum erfðarétt af ríki hans. Þannig gefur Guð okkur hlutdeild í ríki sínu. Þannig fáum við rétt til að búa í ríki Guðs. Það felst ákveðin viðurkenning í því þegar við segjum að Guð sé faðir okkar á himnum og að við séum börn Guðs. Jesús sagði að við þyrftum að vera eins og börn. Við þurfum að vera eins og hann. Hann var sendur til að gera vilja föðurins og Jesús sagði okkur hver vilji föðurins er. Sá er vilji föðurins að hver sem sér soninn og trúir á hann hafi eilíft líf og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Já, Guð notar hugtakið börn því hann er hið umvefjandi foreldri, sá sem fyrirgefur, leiðbeinir, gefur styrk, huggar, verndar og blessar. Hann fer fyrir okkur, ver okkur og leiðir ávallt rétta veginn. Hann vill að við treystum honum eins og lítil börn treysta foreldrum sínum. Við getum ekki unnið okkur inn þessa náð sem Guð gefur, en það er víst að hann hefur auðsýnt okkur mikinn kærleika með því að taka okkur að sér sem sín börn. Já, þema dagsins er börn Guðs, fjölskylda Guðs. Leyfið börnunum að koma til mín, varni þeim það eigi því slíkra er Guðs ríki, sagði Jesús. Á tímum Jesú voru fátækir og börn lægra sett en aðrir, en hjá Jesú eru allir jafnir. Ekkert mun gera okkur viðskila við Guð, fái hann að búa í hjörtum okkar, því það gerir okkur að börnum hans. Gerum því áheit þessi áramót að eyða meiri tíma með Guði. Íhuga orð hans og sögurnar sem Jesús sagði. Setjum nöfnin okkar inn í þær, skoðum táknmálið, íhugum þegar við lendum í snúnum aðstæðum hvað Jesús myndi gera. Og reynum að gera vilja Guðs því það hefði Jesús gert. Verði okkur á að gera mistök, lærum þá af þeim svo við gerum þau ekki aftur. Sýnum náunganum kærleika því hann er líka barn Guðs. Sýnum umhyggju og einlægni, verum eins og Símeon, réttlát og guðrækin. Göngum á Guðs vegum. Drottinn blessi þig og varveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.